En það var samþykkt á aðalfundi að dytta að séra Friðrik fengi ekki að rísa nýju. Fyrstu hugleiðingar? Þetta bara hinn venjulega ótti við ofstækið. Og ef þú skoðar þetta mál, þetta algjörlega galið mál, Þetta bara ofstækið gafst einhverju látnum manni á mjög veikum grunni, manni sem bara bjargaði hér æskulíð Reykjavíkur og víð annars staðar og á einhverju þriðjamanns frásögn og einhverju mjög óljósi frásögn með eitthvað, horfðu á stóru myndina. Þetta myndi aldrei ganga fyrir neinu máli, dómsmáli eða neitt. Aldrei eins og ákjart í svona máli og menn fara að gjörsamlega einhvern veginn yfirum vegna þess að hvernig umhverfið og ef menn skoðu það sem hefur þó legið fyrir þessu máli þá dytti engum í hug þessi aðför á þessum stórkostlega manni sem séra Friðrik var og hvað hann bjargaði miklu. Ég bara sé þetta bara sorglegt mál og sýni bara hræðsluna og gunguháttin í þessu máli. Ég skil hana svo sem alveg Þetta auðvitað bara svo hallarislegt að hálfa verið nú. Ég sammála þar að það geti verið að svona frásagnir ekki að vera til þess að fólk sé einhvern veginn útilokað á samfélaginu. Hins vegar alveg önnur svona, hvað ég að segja, það aðrar hliðar á þessu máli. Því að núna ef við tökum bara sem dæmi Múlaborgarmálið, þar sem einhver viðbjóðslegur nýðingur var að brjóta á börnum í leikskóla. Hann fær alveg óskiljanlega vægan dóm og hann haldinn barnagernd og þarf á rosalega mikið aðstoð að halda. Meðvirkni gagnvart kynferðisafbrotum á Íslandi finnst mér samt alveg líka verið fyrir hendi og þetta svolítið út af því að það var svo ótrúlega óskiljanlega illa grundaðir aðilar sem að fóru í það að reka áfram MeToo umræðuna hér á landi sem að höfðu náttúrulega ekkert til áran að leggja hana en ofstæki og dellu en það var eitthvað hana sem að ég til að sé eitthvað sem að væri vert að skoða og meðal annars það hvernig kerfið virkar gagnvart kynferðisafbrotamönnum, sérstaklega einhverja sem að leita á börn og brjóta börnum, dæmið mann sem braust inn herbergi einhvers barns og braut á hann þar eða braut ekki á honum. Mér bara drullu sama, ef þú ert eitthvað fullur og brýst inn í herbergi barnsins, þá eru komin fyrir mér 5-6 ár inni, Já, þú ert í refsigleðinni. Gagnvart, finnst þér óeðlilegt að vera í refsigleði þegar kemur að því að brjóta kynferðislega á börnum? Nei, það finnst mér ekki, enda það eiginlega þyngstu refsingarnar sem utan. En þannig ég bara pínu sammála stígamótum. Jú, þú verður að horfa á allt máli í heilsinni. Nú get ég tekið mikinn lögfræðikúrs sem við höfum ekki tíma í. En vissulega brot gegn algjörlega varnarlausum börnum bara mjög, mjög, mjög alvarlegt og kallar auðvitað á þyngri refsingar og gerir það. Og vegna þess að það getur haft svo mikil áhrif fyrir börn og viðkvæðum aldri lendi í svona remmingum, þú getur svona nánast skemmt líf þeirra til frambúðar Já. Og þess vegna en ég ekkert sem að samfélagi það auðvitað þungar refsingar en gera alltaf enn þyngri sem auðvitað bara viðbröð og reiði viðbröðin Texas afleiðingar einhverjar Já, og en við erum samt einhvern veginn samfélagi og það ekkert endilega það bæti eitthvað að loka inn hálfa ævina eða hvað það en þetta auðvitað bara allt þekktar tilfinningur og ég skil þær en ég ekki sem að sé endilega mjög hagfellda fyrir samfélagi heilsinni en gott og vel þær eru þó refsingar endurspegla alvarleikann sem við lítum á í hverju broti og þetta eiginlega bara það næst alvarlegasta sem til þannig að ég skil þetta allt saman. Hvað var það aftur? Ég man ekki hver sagði það var einhver sem var með eitthvað á það leið svo ég segi þetta á ensku mercy for the guilty is cruelty to the victim og ég pínu þar ég meina ef að einhver hvað var að segja ef einhver í þeim efnum að vera að brjóta börnum tala nú ekki að standa af sér refsinguna og brjóta svo aftur á börnum ég verð svakalega kynverskur